Jói, takk dag. Hvernig líður eftir leikinn? Bara gríðarlega svekktur náttúrulega hvernig þessi leikur þróaðist. Við lögðum ansi mikla að vinna á okkur í fyrri hálfleik og komum okkur í góða stöðu. Komast 3-1 yfir á móti Fram á heimavelli við ansi krefjandi aðstæður. Það var erfitt að halda boltanum á jörðinu og spila eitthvað fallegan fótbolta en við gerðum ansi vel að komast í þessa stöðu og vorum staðráðnir í því að fylgja því eftir í seinni hálfleik en því miður var það ekki raunin. Ertu ánægður með frammistöðuna í fyrri hálfleik? Já, á mörgu leyti. Það var langt í frá að vera eitthvað fullkomið en við gerðum ansi margt vel. Auðvitað komust Framararnir í eitthvað færi. Þeir eru góðir í að spila þetta leikverði sem er að spila 5-3-2 og við vissum kannski með aðstæður að þeir yrðu aðeins meira svona direkt og myndu sparka meira lönguboltum fram á. Við ætlum að vera í góðri stöðu til þess að leysa það. Gekk ekki alveg 100% upp í fyrri hálfleik en við gerðum það að mörgu leyti bara vel. En þegar leið á seinni hálfleikinn þá gekk það bara því miður ekki upp. Krossar lengst utan að kanti og var langi bolta fram á skiptingar frá hægri til vinstri og við þokkalega mannaðir tilbaka í flestum þessum stöðum en náum samt sem aður ekki að stoppa þá í að komast svona auðveldlega í áttamarkinu á okkur og þeir gerðu það náttúrulega bara ansi vel og Framararnir eru góðir í þessu, við vissum það alveg en mér finnst gríðarlega svekkjandi að við skildum ekki hafa geta leyst þetta betur, sérstaklega að varnarstöðurnar. Við fengum alveg eitthvað smá tækifæri til þess að skora mörk í seinni hálfleiknum en líka það að Framararnir komu út í stöðunni náttúrulega 3-1 undir og við vissum að þeir myndu taka sénsa til þess að koma sér aftur í leikinn og mér fannst við geta díla betur við það. Svekkjandi kannski að þurfa einhverju leyti að taka Tomma og Flóka út af á 60. mínútu. Tommi var búinn að vera eitthvað veikur í aðdraganda leiksins og var hann eitthvað orkulítill og Flóki er ekki orðinn alveg 100% mattsfitt, hann getur ekki spila 90 mínútur þannig að það var svona, maður hefði helst vilja sleppa því en því miður var það staðan og ég er ekkert að segja að það hefði verið ástæðan fyrir að gengur lagið en Flóki og Tommi voru búin að eiga bara mjög fína leik og þar hefði alveg viljað halda þeim lengur inn. Þannig að þeir tveir fara út af og finnst þér að detta hans niður bara hjá ykkur? Nei, mér fannst í raun og veru kannski bara orkustigið bara inn í seinni hálfleikinn hafa verið nokkuð lágt. Mér fannst við vera svolítið rægir og kannski, ég veit ekki, kannski var hugafarið að fara inn í seinni hálfleikinn að verja einhverja fórustu í staðinn fyrir að gera bara sömu hlutinn og við vorum að gera vel í fyrri hálfleik að við vorum grimmari að stíga upp og pressa og þegar þeir spörkuðu langt þá vorum við oft á tíðum bara í góðri stöðu til þess að leysa það og það skapaði ekki færi. Þetta fengur einhverju hotn og eitthvað svoleiðis út úr því en svo erum við líka svolítið soft í hotninu sem að þeir skoru og það á ekki að vera hægt að skalla boltan svona frítt í markið og við erum að dekka menn og í svæðisvörn en þessi menn sem að voru þarna að gera árs og boltan áttu allir að vera dekkaðir og þetta var ofauðvöld fyrir það. Þannig að bara öll mörkin ofauðvöld? Já, bara klárt mál, fyrirgjöfin hjá Fred einhvers staðar lengst utan að kanti og við erum í ágæti stöðu til þess að díla við það en því miður þá náum við ekki þá ekki að vera hægt að krossa boltanum þarna og fá svo frítt skotin í vítateig og þannig að við vorum held ég bara rægir og eins og ég sagði á hann að verja fórustu í staðinn fyrir bara að halda áfram að gera það sem hann gerir í fyrri hálfleik. Þess að seinni hálfleik, fannst þér sóknin, varstu óánægður í sóknina líka? Nei, við vorum að reyna að skapa aðstæður til þess að koma boltanum inn í teig og það var erfitt að halda boltanum. Auðvitað hefðu við kannski getað reynt að halda aðeins betur í hann þegar leið á seinni hálfleikinn þegar Framararnir voru kannski farnir að droppa aðeins neðar og hefðum getað kannski fært boltan aðeins betur manna á milli en þetta eru gríðarlega erfiðar aðstæður og krefjandi náttúrulega að spila eins og völlurinn var í dag náttúrulega fyrir bæði lið og þess vegna kannski var fátnum fína drætti í sóknarleiknum nema náttúrulega menn voru að reyna að koma boltanum inn á hættusvæði eins og ofta hægt er og vera þar þokkarlega fjölmennir og aggressífir en við hefðum kannski getað verið aðeins betri í sóknarleiknum í seinni hálfleiknum en aðalega bara hvernig við vorum svona kannski passífur og hræddir og vörðumst ekki nógu vel sem lið í seinni hálfleik. Hefur ágjör á stöðinni í FH? Það er náttúrulega ekki mikið búið að þessu móti en við erum náttúrulega bara með 1 stig og við hefum klárlega átt að fá meira út úr þessum leik í dag. Ég hef ágjör af því, hvað við erum að fá mörg á okkur. Þannig að það er gríðarleg vinna framundan hjá okkur og verkefnið er náttúrulega bara, að við þurfum að halda áfram að vinna og bæta hlutina út frá okkar forsendum og það mun ekkert breytast og við þurfum að vera bara að dusta þetta af okkur og fara yfir af hverju við Framararnir gengur svona lagið í seinni hálfleik og komum sér inn í leikinn og enduðum með að vinna hann eftir að við vorum í 3-1 fórustu. Það er ágjörni, þannig að við þurfum að
vera ansi fljótir að fara að hugsa það að bæta það sem við getum bætt fyrir næsta leik. Fyrst guldspjald í dag á ósetti eða? Ég bara, mér finnst það frábærar þessar nýju reglur með að stoppa tafir og eitthvað, en svo ákveði dómari leiksins allt í einu að stoppa leikinn í lokin út af krampa. Ég held að veri verið að reyna að koma í veg fyrir svona hluti með þessum nýju reglum, þannig ég skildi það ekki alveg og fékk ekki alveg nógu góðar útskýringar af hverju væri verið að stoppa leikinn þegar maður er með krampa, en ég fékk gula spjaldi fyrir það.